Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who'll see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 Halló, já, ég sá sem Finnur og Ég Birgir og við ætlum að kynna fyrir ykkur loftræstikerfi sem við erum ræst hér Bjarg. Já, Bjarg sem fjölbreyttur og rótgróinn vinnustaður hér á Akureyri, en þar vinnur fólk með mismikla starfsgetu, meðal annars við kertagerð. Lokaverkefni fólst í hönnun á loftræstikerfi fyrir vinnustaðinn. Það er sem verið að smíða nýja dýfingarhringekju fyrir kertin sem unnin á staðnum til að auka framleiðslugetu fyrirtækisins. Og til að hægt sé að auka gæði kertana og bæta aðstöðu starfsfólksins eftir uppsetningu voru við fengnir til þess að hanna loftræstikerfi. Hérna má sem sjá yfirlit glöðrusýningarinnar. Ég held að borgin sem ekkert að renna ítalið yfir hana. Þetta hana skýrir sig bara. Og svo ætlum við enda alltaf með spurningum og umræðum. Þegar okkur var úthlutað þessu verkefni var talað um verkefnið fæli í sér hönnun á litlu kælikerfi sem átti að nota við kælingu kertana, en síðan kom í ljós að þetta var rauninni misskilningur þar sem að ekki má blása á köldu lofti á kertin og var því þetta verkefni okkar að því að hanna loftræstikerfi. Í fyrstu heimsókn okkar í Bjarg ásamt Ella, Villa og Magnúsi, framkvæmdastjóra Bjargs, kynntust við framleiðsluferli kertana með núverandi aðferð. Við ræddum einnig verkefnið og þau vandamál sem okkur var ætlað að leysa ásamt því að kynnast annarri framleiðslu fyrirtækisins. Eftir það fórum við svo á Ryðfríudeild Slipsins á Akureyri, en þar er verið að smíða nýju dýfingarhringekjuna fyrir kertin.
Í næstu heimsóknum gerum við svo hinar ýmsustu mælingar og athuganir í tengslum við verkefnið, sem dæmi má nefna rúmmálsmælingar á húsnæðinu, stærð hitabotna við vaxbóta, ljós, mótora og þess háttar. Framleiðsluferlið byrjar þegar þráðurinn er þræddur á svokallaðar krónur sem síðan eru festar á hringekju og er þeim dýft í vaxblöndu sem reynt er að halda við 70 gráðu hita. Dýfingin tekur fljótt af eða 3 sekúndur frá því að kertið snertir yfirborð vaxblöndunar þangað til að það kemur upp úr aftur. En eftir hana fær kertið tíma til að kólna áður en næsta dýfing fer fram. Algengustu kertin vega 80 grömm og eru 30 cm á lengd. Vaxblöndan inniheldur 8 hluta vaxi móti 1 hluta steríns. Vaxið kemur í plötum í 30 kg kössum á meðan sterínið kemur í lausu formi í pokum. Sterín er oftast unnið úr 2-3 mismunandi gerðum fitusýra og þá helst úr einhverju sem fellur til bæði við kjöt og fiskvinnslu. Vax er mjúkt og litlaust efni sem unnið er úr jarðefnaolíu. Vax samanstendur af blöndu sameindra vetniskolefna sem innihalda á milli 20 og 40 kolefnisatóm. Já, þá ætlar hann Birkir að taka við. Já, eins og núverandi framleiðslan er, þá er hverri krónu dýft 25-30 sinnum ofan í vaxbotinn eða þangað til að kertið hefur náð þvermáli sínu, en algengasta lengdin eins og áður sagði eru 30 cm. Á hverri krónu myndast 20 kerti og á hringekjunni eru 8 krónur. Skipta þar handir krónu en aftur á móti er rafmótor sem að dýfir sjálfur krónuna ofan í. Framleiðslan telst lokið þegar kertið hefur náð réttu þvermáli, en þau eru alls 160 talsins í einni umferð. Umferðin tekur 1,5 klukkustund. Reynt er hann á 4 framleiðsluferlum á 8 klukkustunda vinnudegi, en þá verða til 640 kerti. Vandamáli sem nú eru að hitastigið í rýminu er mjög óstöðugt. Þegar fólki kemur á morgnana er þetta mjög kalt og verður aftur á móti mjög heitt þegar þau fara. Ef kælingin er ekki jöfn allan hringinn á krónuna er hægt að þau bogni. Sé kertinu dýft og köldu er hægt á lagskiptingu, en aftur á móti að kertið er of heitt er mikil hætta að það renni niður að þræðina og þá er kertið að sjálfsögðu ónýtt. Á eftir verður hérna á borðinu fyrir aftan okkur hægt að skoða kertin og hvernig þau verður. Með nýja framleiðsluferlinu verður kertunum ennþá dýft á bilinu 25-30 sinnum. Munurinn felst í því að dýfingin verður orðin að mestu leyti sjálfur. Það er að segja, það er lofttjakar sem sjáum að dýfa króninu ofan í vaxbotninn. Með loftrestingunni sem við höfum hannað, myndum við vilja að dýfingarnar yrðu eilítið færri. Þar sem ef kertið er nær kjörhitastigi, eða 35 gráður Celsius, ætti að geta hlaðist meira vax utan á kertið við hverjum dýfing. Samkvæmt útreikningum okkar á þetta framleiðsluferli ekki að taka lengri tíma en klukkustund, á móti 1,5 tíma sem var áður. Þegar nýja loftstýrða dýfingagræðan verður komin auk loftræstskerfisins er áætluð afköst alltaf 1600 kerti á dag með 5 framleiðsluferli á 8 klukkustunda vinnudegi. En gömlu var einungis hægt að ná 4 framleiðsluferli. Eitt framleiðsluferli felur í sér 200 til 240 dýfingar.
Lausnin við núverandi vandamálum er að halda jöfnu hitastigi inn í herbygginu og þessum kertinu er framleitt. Einnig að geta sogað út varmann frá kertunum og stýrt þeim útsóksblásara. Fjárfesting telst réttlætanleg og hún borgar sig upp á 5-7 árum og eins og hér má sjá þrefaldast framleiðin við þessar breytingar og teljum við því ekkert til fyrirstöðu að ráðast í þessar framkvæmdir. Hérna á eftir kemur myndband sem að sýnir okkur framleiðslu á 1 krónu. Aftur við varum hljóð með þessu. En þarna sjáum við einmitt þegar það er að hlaðast bara utan á krónurnar. Þarna eru 20 kerti. Og síðan eru þessi kerti hérna fyrir aftan. Já, það má kannski bæta því við að í fyrstu þá sést nú varla að sé eitthvað að gerast en svo svona smá kemur þetta. Já, kannski eins og við sáum líka þá var búið að klippa svona jafn óðum úr krónunni og þá þegar vorum að taka pröfur til að sýna mismuninn. Kannski geta þessu varmaspóla mjög mikið. Já, síðan var þessu hraðspóla náttúrulega virkilega mikið. En síðan bara ef það er einhverjar spurningar þá tökum við þeim núna. Það er einhverjar spurningar? Ég langar að spyrja eitt strákar, það er varðandi nefndu sem þurfum frá því að vera með kælikerfi, en það er rétt skil það engin kæling í. Það er bara kallloft eða útiloft. Já, þetta er rauninni bara að regla loftið, við erum að taka útiloft, að regla það og passa það að það verði alltaf 22 gráður inn í herbygginu. Það er rauninni smá kælingana hjá okkur, en það er element sem við reglum loftið með, en ekki meira. Nei, einmitt. Nei, þetta er samt engan veginn besta leiðin til að framleiða kerti og þetta er hvergi annars að nota í heiminum. En við erum Íslendingar og við þurfum alltaf að gera allt öðruvísi en allir aðrir. Allt í mínus. En sko það sem að finnum átti við sko er að ef þú ert að fjöldaframleiða kerti þá handbýfur þeim ekki, þá steypur þau bara heil. Þá nærðu miklu meir hraða. En þetta eru miklu gæðalegri kerti sem þú færð út þessu. Þú eru þéttari og þetta er bara markaður sem er hérna. Þetta eru betri kerti. En hagkvæmnin, ég skal ekki segja því núna. Hvað var? Það kannski kom ekki fram í kynningunni núna en ég las verkefnið ykkar og það er þarna ein síða sem farið aðeins inn á varmatap og það hugtak. Það langar mig kannski aðeins til að spyrja ykkur út í, ég sá að það hefur reiknað til afl sem losnar frá kertunum þegar þau eru að kólna og það kemur fram í þeim reikningu það eins og þau hefur gert ráð fyrir því að aflið sé að losna svona jafnt og þétt þegar að kólnun hefst. Myndu þið standa við það eða er það þannig sem að heit kerti þegar þau eru að losa frá sér varmaaflið, gerist það bara svona jafnt og þétt eða gerist það kannski hraðast fyrst og
og hægir svo á í afli, getið svona hafið tilfinningu fyrir því. Já, varminn minnkar langmest fyrst en í rauninni þarna inni eru kertin mjög lítill hluti af varmanum sem verður til. Þannig að kannski hefur ekki svona ráðandi áhrif. Reyndar eru kertin viðkvæmust einmitt þarna fyrst með þau eru heitust sko. Þannig að það var svona hugmyndin að reyna að hægja aðeins á niðurkælingunni eða byrja svona rólega. En þú bæti einhverju þetta? Nei, í rauninni bara þetta sko, að þau eru náttúrulega vingaðis og þau eru náttúrulega svo lít þegar þau koma upp úr sko og þá þarf svo svona lítinn kulda á þau til þess að þau svignar sko. Þannig að í rauninni mætti kæla þau meira sko eftir þau komið lengra frá og þá eru farin að stífna þau sko. Strákar minn, ég verður að stýra þessu með harðri hendi. Ég held ég bara klippi á núna Finn og Birgir, við klöppum fyrir þeim. Já, við viljum samt bæta því við að þetta eru samt þeir sem standa að verkefninu. Plasmiðan Bjargviðlundur, Blikkrás, Bútur og Iðnval. Og við þakka þér kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir okkur. Já, takk. Ég er ekkert óvanir að ég sé leiðinlegur veðurfrákandi, kippa sér ekki fyrir það. Það er Daniel Snær sem er næstur og kynnir verkefni sem er loftvél. Daniel, gjör svo vel. Komið í sæl, Daniel ég og ég smíði tveggja loftvél. Tók það verkefni sem stað mér en ég bara skipta á næstu gleði. Hugmyndina ekki í Háskóla Reykjavík á kynningu þar sem að tveir strákar vorum að smíða innstrakka sem að vel sem að var plasti og það var svolítið öðruvísi útfærsla á henni, hún lá á hliðinni og á gauðu svoleiðis. En svo var ég mennskólanum í Ísafirði og teiknaði aðra útfærslu þar sem var líkari þeirri fyrstu. En svo er ég staddur Verkmenntaskólanum á Akureyri núna og fattaði það að það væri hægt að tvöfalda loftdeilum og ég held að frekar verðugt í lokaverkefni fannst mér. Virknin, hún er sem sagt, ég sjá hérna, þetta er svona frekar útskýrt, þunnar línur. En hérna er sem sagt utanum, þetta er blokkin hérna, stimplan er hérna og loftdeilin hérna. Og sjáu sveigurinn hérna og núna er hann í hlutlausu stöðu. Og þið getið ímyndað ykkur að sveifin hérna og snúa að ykkur. Og ef við myndum snúa vélinni rangsælis, þá myndi loftdeilin fara niður. Og loftið myndi fara þarna út fyrir ofan og myndi ýta niður á þennan hérna stimpil. Þannig að leið þá myndi þessi hérna fara upp og loftið kemur hérna út á honum og fari hérna út. Og sama gerðist þegar vélin væri komin í topp á þessu stimpli, þá myndi það ýtast niður. Þetta er þess að vinnurhringurinn á henni. Almennur upplýsingar, hún er tveggjastraka og stimplar og loftdeilir úr áli. Ég vil svona segja að hún sé tveggjastraka og kannski margir myndi halda það fyrst í sína og er þriggjastraka. En út af afli kemur úr tveim strakkum á segja það. Mikilvægt er að hafa kasthjól. Ég prófaði að taka það af og hún gekk mjög óöruggan gang. Þá við lágum snúsa. Þannig að skipti að minna máli þegar það var með snúsæði. Sveifaras og andvægi, andvægi það er hérna á loftdeilum. Það er smíðið hjá mig í Rennibekk. Ekkert er smurkerfið á þessari vél. Annað en það að til að smurjuna þá er einfaldlega slöngunum teknar henni af
og olía sett hana úr smurgunum. Og svo einnig hægt að setja olíu hérna inn á hraðtengi hérna á sérum sjálf bara að dreifa olíunni loftkerfið í sér. Og olían lekur og hægt olía meðfram stimplunum á lofthylinu ofan á segjavara sinn og hún svona smýr sig sjálf þannig. Svo grípur náttúrulega pannan olíuna þannig að hún fari ekki allt. Tæknilegar upplýsingar. Minnsti stöði snúningshraði sem náð með henni er 90 snúningar á mínútu. Mesti svona 2800, þó svona frekar grófmæling. Og æskilegur hentugur loftþrýstingur 5-8 bar. Slagurými beggja stimpla 5 cm og slaglynd stimpla 16 mm. Þvermál 14 mm og slaglynd loftil 6 mm. Og svo eru loftlagnir þessar bláu hér og einnig inn í loftilunum alla 3 mm. Svo tók ég henni sundur og tók svona yfirlitsmynd þannig að fólk getur séð svona betur úr hverju hún er búin til. Og hér sjá ég til dæmis hérna stimpilstangir sem búið að taka sundur en vanlega eru nú boltaðir utan segjavara sem er hér. Og ég sá standin undir vélinni, lappirnar, kasthjólið, blokkina, heddinn, hraðtengi, það hérna. Og næstarlega sýningur vídeó á vélinni. Ég er svona rétt í byrjun bara sýningu svona rólega hvernig hún snýst. Þetta er vélin, snúning. Svo maður langar með að minna á það að vélinni er til sýnis fram í anddyri þar sem hún verður sett í ganga eftir og leyft að snúast þannig að fólk getur séð hana með einu augu. Svo að lokum langar mér að þakka nokkurum aðilum. Það er hann Vilhjálmur Kristjánsson fyrir góðar ábendingar og leiðleika og Gunnar Möller, en hann var mentor minn í þessu verkefni. Svo er það Jóhann Björgvinsson og Elías Þorsteinsson fyrir leiðleika og Herði Óskarssoni og Stefáni Finnbogasyni fyrir góðar ábendingar varðandi smíði og svo FMA fyrir aðstöðu. Og það kannski enda á spurningum og svoleiðis. Svo vel. Endilega spyrja. Prófaðu nokkuð að gefa þér eða reikna út hvað hún gæti gefið í afli eða afmælana? Nei, ég gerði það ekki. En það er svona, það er auðvelt kannski að reikna út fræðilegt afl.
en það sem að smíðin verður aldrei eins og teikningarnar, þá veit maður ekki hvað nýtnin er í þessu, hvað tiltekst. Fyrir á fleiri spurningar? Er það rétt að hafa gert nákvæmar smíðatekningar af allri vélinni í hverjum smáhlut? Já, það er rétt. Ég teiknaði vélina semst í Inventor-forriti og smíðaði hana eftir því. Þannig að, já, það var mjög þægilegt að vera með þetta allt svona ákveðið, ekki vera með þetta allt í vissinum og breyta þessu endalaust. Herru, Daniel, ég bara þakka kærlega fyrir. Legg til að við klöppum fyrir Daniel. Meðan að þeir eru að gera sig klára með næstu kynningu sem er kynning á verkefni sem að rannsókn á athugun á möguleikum á framleiðslu eða búa til olíu úr plasti. Þá er hér Baldur Auðun sem ætlar að spila hér eitt lag á þverflautu. Flokkamennir Haraldur og Agnar, gjörið þið svo vel. Gaman að heyra gömlu írsku tónlistina, hérna Danny Boy og Óma hérna. Já, góðan daginn gott fólk og verið hjartalega velkomin á kynningu okkar Haralds Helgasonar. Og já, Agnar Ari heiti ég, Agnar Ari Böðarsson. Já, það er sem sagt, náttúrulega bara kynningu. Verkefni okkar sem sagt snýrist að rannsaka plastolíu og athuga hvort hún verður notað í iðnað eða samgöngur á einhvern hátt. Þetta var samt með rannsóknum á eðlismassa, seigju og blóðsamarki fyrst og fremst. Já, við skulum byrja að skoða plast. Plast er til á mörgum gerðum og sortum og til er hitadeikt plast og hitafast plast. En samt sem áður eiga allar þessar plasttegundir eitt sameiginlegt, þær eru framleiddar úr jarðefnisolíu. Plastið sem við notum í olíuframleiðslu er hitadeikt plast. Það er notað vegna þess að það er bræðilegt, annað en hitafast plast. Í hitadeikt plasti eru þessar fjölliða kolefniskeðjur bræddar saman, en í hitaföstu plasti eru það bræddar saman með netjum við efnahvörfum sem þýðir að það er ekki bræðanlegar eftir það. Og með þessari líflegri tækni getum við snúið ferlinu við. Við getum búið til olíu úr plasti. Það er gert með því að hita plastið á einum öðrum hætti svo það eimist. Þarna eru upp á tjaldinu þessar plasttegundir sem er hægt að eima. Það er polyethylene, PE, polypropylene, PP og polystyrene, PS. Og eins og sjáum hérna myndinni fyrir neðan, þá er þessar plasttegundir að leynast víða bara í okkar daglegu lífi. Já, það er einhverju spurning hvort eitthvað sjáist alveg fyrir vélinni hérna á borðinu. En já, daglega notum við alveg góðan helling af þessu, eins og sést efst, polyethylene með pokana til dæmis. Svo eru flöskutappanir í polypropylene.
En já, til dæmis þá er einmitt gosflaskan. Þetta er ekki eiginlegt. Þetta er polyethylene tetetalat, mjög svo þjóðlega. Þetta er ekki eiginlegt. Tappinn af henni hins vegar er polypropylen sem er eiginlegt. Undir polypropylen falla einnig skyrdósirnar og jógurtdósir og ýmislegt fleira. Hins vegar var það sem við vorum aðalega að horfa á rúllubakaplast eða polyethylene. Polyethylene er óbúðslega orkuríkt efni og þess vegna vorum við aðalega að horfa á þetta. Svo er einnig hægt að eima froðuplast eða einangrunarplast sem fellur undir polystýrin. Þetta er hægt að eima en þetta hefur óbúðslega lítið orkuinnihald og verður sennilega aldrei notað á bíla þó að það stæðist alla aðra staðla. En eins og sést á þessu þá er þetta eitthvað sem umgöngumst mikið í daglegu lífi og þess vegna liggjum við greinilega á einhver auðlind hérna. Já, með þessari vél hérna, í þessari vél eru hitaelement sem eru hérna í ofni hólknum, eða sést ekki alveg út af kassunum sem eru utanum hérna, því náttúrulega þetta verður voðalega heitt, þá vorum við að hafa kassu utanum þetta. Og síðan eru reyndar til aðrar aðferðir til að hita plastið og eima. Það er gert með innrauðum geislum og það er meira til dæmis í svona stærri vélum. Þessi vél notar eingöngu rafmagnselement. En þetta sem sagt, þessi vél er af japanskum uppruna og so far er þetta ekki fjöldaframleitt. Þetta eru eingöngu handgerðar protótípur. Við skulum ekkert vera að segja ykkur hvað það kostar. Þetta sem sagt, hólkurinn hérna vinstra megin frá ykkur séð, inniheldur plastið. Það er sett um það bil 1 kíló ofan í hann. Það er það eimað, það eru 2 hitamælar, efri og neðri, til þess að sjá til þess að hitni jafnt. Eimurinn, þegar plastið eimast, eimurinn stígur upp rörið ofan á og niður í glerhólkin sem sést þarna. Í glerhólkin fara 2 lítrar af vatni sem falla akkurat upp að einu röri og liggja við brún rörsins. Olían náttúrulega liggur ofan á vatninu, þar sem hún er eðlisléttari og þannig er hægt að tappa henni af án þess að blanda henni við vatnið. Meiri hlutin af þessu er allt saman sjálfvirkt. Það er mikið af hitanum og sjálfstýringu í þessum með rafeindabúnaði. Stillimöguleikarnir hitastigið eru óbúðslega miklir. En þegar vélin er keyrð þá sem sagt streymir olía út rörið sem fer niður fyrir vatnsyfirborðið til þess að kæla. Þegar olían er hægt að streyma þar út, það er eingöngu bara að leyfa vélina að kólna, svo er hún þrifin. Og ofta sitja eftir einhver óhreinindi á botninum í hitahólkinum. Svo þegar hráa olían er komin út, þegar það er búið að eima plastið yfir í olíu, þá er hægt að henda plastinu í gegn aftur og eima það á mismunandi stigum. Það er sem sagt, já, það er hitað á mismunandi hitastigum. Fyrst kemur bensín, svo steinolía, svo dísill og svo svartolía. Hvað taka við? Já, hérna á tjaldinu fyrir neðan vélina mega sjá upplýsingar frá framleiðendum vélina. Á spjaldinu kemur fram hversu mikið hún getur eimað hverju sinni og það er sérst 0,7 til 1 kíló í hvert skipti. Úr þessu nær vélin að nýta yfir 80% af olíunni í millilítrum. Og við getum staðfest það með töflu sem kemur á næstu mynd sem við fengum frá GP og Orku. Og einnig sjáum við hérna þyngdina á vélinni og rafmagnsnotkun vélarinnar og einnig stærð og aflnotkun. Já, hérna má sjá dæmi keyrslu vélarinnar. Þetta er meðaltalið tekið úr 27 keyrslum en við höfum aðeins innan 10 sem komast fyrir á glærunni. Og þegar við vorum að renna yfir keysluna og tóku eftir því að það var að setja talsvert meira í vélina en svonst framleiðandinn var að gefa upp. Og þá tókum við eftir að nýtnin á olíunni var fremur lægri. En hún getur alltaf reynd eins og sjá hérna töflunni í 96% og já, alveg niður í 80. Já, og olían sem við fengum eftir annara keyrslu sem við erum með hérna á borðinu sem við endilega megum skoða eftir. Og þessa olíu fengum við með að setja plastolíuna eftir við vorum búin að eima plastið aftur í gegnum ferlið. Og þá eimast bensínið fyrst, eða við erum hérna mynd af olíuhreinsistöð
og ferlið er voðalega svipað hvenær olían skilst að í vélinni. Þegar vélin er búin að keyra upp í 150 gráður Celsius þá getur við tappað bensíni og þegar höldum áfram að hita og þegar hún er 200 gráðum í náð þá getum við tappað steinolíu og svo framvegis eftir þessari mynd hérna. Og síðan reyndar þessum óhreinin sem Haraldur var að tala um á hann sem sest það í botninum í einmannahólkinum er þetta smurolía, parafínvaks eða tjara. Já, þessa mynd fengum við Wikipedia. Þegar við semsagt vorum komin með alla þessa olíu þá fórum við í tilraun. Við vorum aðalega að horfa á díselolíuna en þess að það var aðalega að horfa á hana sem sölvöru. Tilraunina sem við fórum inn í héldu eðlismassa. Það sést hérna mynd af búnaðum sem ég mitt er hérna fyrir aftan líka. Já, hérna, takk. Við fórum líka í blossa á brunamark sem er sýndur hérna, búnaðurinn er á varðinni hérna. Og við fórum í seigjutilraunir. En þetta er græðin sem er notuð í það. Já. Svo þegar við vorum búinir að skoða tilraunir á dísil, lífdísil og plastdísil, þá fórum við í það að blanda saman plastdísil og lífdísil. Það var aðlega vegna þess að vandamálið við plastdísil er lágt blossamark. Það á að vera 61 gráða Celsius eða ofar. Það var ekki nema í svona 32 gráða. En lífdísil er með blossamark upp á 180. Þannig að við vorum vonast til þess að hækka blossamarki í plastolíunni með því að blanda lífdísil út í. Og já, það er með því að hækka blossamarkið er keðjuverkandi eftir því að við fáum hærri eðlismassa og seigju. Við fengum lífdísilinn frá Orkey og við ákveðum eins og Haraldur sagði að pröfa að blanda honum við og blandan gekk nokkuð vel, olían skildi sig ekki þótt hún var búin að standa í smá tíma. Við erum með hérna blöndunar fyrir aftan okkur á borðinu og þið getið séð hann á eftir. Hlutföllin á blöndunum sem við pröfuðum voru 9,1%, semst við tókum 100 ml af plastdísil og blöndum við 10 ml lífdísil. Þannig tókum við 100 ml aftur af plastdísil og blöndum við 20 ml og 100 ml mútið 30 ml sem gerði 16,67% og 21,1%. Já, fyrirgefðu. En þrátt fyrir þetta, við vorum að vonast til að fá eiginleikana upp en okkur tókst ekki að ná stöðlum dísilolíu. Ef við höfum alltaf að fá blossamarkið upp, þá höfum við þurft að hafa meira en 20% af lífdísil blandað við. Svo eiginleikar er bara skána. Hérna sjást sem sagt tölurnar. Þetta er sem sagt blossamarkið olíunni. Hérna sjáum við lífdísil, hann er í kringum 180. Hreinn plastdísil er einhvers staðar rétt ofan við 30. Fyrir að 9,1% blandan. Það vært að vera aðtöklega hérna lækkaði blossamarkið í fyrstu tveimur blöndum. Það lækkaði meðan við hreinan plastdísil. Svo þegar við vorum upp í 23,1% lífdísil í blandanum til plastdísil, þá hækkaði það en það voru ekki nema 2,5 gráða eitthvað svoleiðis. Það hækkaði alveg leiðilega lítið. Það voru frekar mikil vonbrigði í þessum niðurstöðum. Við gískuðum að við þyrftum að fara í svona helming og helming til þess að ná yfir 60,5 gráðuna sem staðlandir miljónar. En mikilvægur þáttur í framleiðslu á plastolíu er hvernig á að nálgast plastið, eða sem sagt þessa auðlind. Ef það verður nothægt eða raunhægt að nota plast af heimilum, þá þarf að flokka plastið eftir þessum tölum. Það hefur verið reynt áður, en það eiginlega bara gekk alls ekki. Annars þegar fólk engan áhuga á að flokka plastið, eða þá að það hefði ekki hvernig þetta að gera. Svo er ekkert alltaf plast merkt með þessum tölum. En við heimsóttum grámversluna til þess að fá upplýsingar um þetta og við tókum nokkra myndir af plastinu sem fellur til þar. Í þeim tilgangi að fá að vita bara hversu mikið fellur til árlega. En eins og sést hérna þá er þetta ekki eingöngu plast en myndina tala sínum máli að þetta er alveg ágætis magn sem sést hér. En hérna í þessum samsal er einnig fólk að vinna við færiband við það að flokka plast, þannig að það er greinilega einhver flokkin í gangi. Ef við tökum eina plasttegund fyrir eins og baggaplasti sem við hérna, það er tilvalið til söfnunar og olíuframleiðslu. Á þessari næstu mynd sem við tókum af ársskýrslu úr úrvinnslusjóði árið 2011
Við fengum þessa mynd af heimasíðunni þeirra til að sýna ykkur hversu mikið af plast er í umferð. Eins og maður sjást hérna á töflunni er bakkaplastið frekar stórt prósent hérna neðst á töflunni, ef þið sjáu það. Það er yfir 40% af því plasti sem er safnað, eða 2058 tonn af 5091 tonnum. Og ekki er það aðeins bakkaplast sem við erum að hugsa endilega að framleiða, það er einnig helling á öðru plasti sem er í notkun árlega sem við getum notað í framleiðslu. Við getum einnig hækkað þetta hlutfall ef betra kerfi kemst á flokkun og endurvinnslu. Eins og við sjáum já, þá liggjum við á auðlind sem er hægt að nota í olíuframleiðslu. Rúllubakkaplast er sem sagt það sem við vorum aðalega að horfa á til framleiðslunar, en þetta er pólýetílen og hefur þetta óbúðslega háa orkugildi sem gefur býsna orkumikla og góða olíu þegar það er einað. Litaraflinn á rúlluplasti eru til hérna 3 á Íslandi. Þau eru hvítur, grænn og svartur. Við prófum þau öll í keislinni en þau fóru mjög mismunandi. Já, eins og keislan og hvíta bakkaplastinu gekk langt við best. Og síðan þegar við keilum græn bakkaplast í gegn, þá var það fremur treglega. Og þegar komum við að gera svarta plastinu í gegn, þá bara hreinlega gekk það ekki hvernig ferli. Vélinn drap stöðugt á sér og við keisluna. Og við teljum að ástæðan fyrir þessu er í framleiðsluferli á plastinu er bætt við efni sem er fremur dýrt. Þessu efni er bætt í plasti til að verja gegn útfjólubláum geislum. Og þá teljum við að það sem meira af þessu efni í svörtu og grænu bakkaplasti því það dregur meira í sig þessa geisla. Og einnig getur raki í bakkaplastinu haft áhrif á geisluna en í tilfelli sem þessi hérna litlu protótípu þá hefur hann ekki svo mikil áhrif. En þetta gæti verið stærri þáttur í þessum stærri vélum rakin að það gæti þurft að þurrka plastið. En svona til að undirstrika það hvað þetta er auðvelt að safna og hvað við líkjum með víðari, þá eru alltaf úrvinnslutölur frá, það er alltaf samt úrvinnslusjóður með skýrslunar og tölunar uppi. Það er auðvelt að fylgjast með notkun á rúllubakaplasti í landbúnaði. Það eru forðagæsluskýrslur, aðgengilegar öllum á netinu og söluaðilar plastins á landinu eru einnig fremur fáir. Þannig að það er ekkert erfitt að fylgjast með notkunartölum á þessu. En þetta var svona nánast allt sem við ætlum að segja. Þannig að það er einhverja spurningar? Opna hérna spurningar. Hérna kemur Elías Þorsteinsson. Fenguð þið að ykkar mati einhverja nýjar niðurstöður úr ykkar tilraunum sé borið saman við eldri tilraunir og einhverjar sem þekktar eru? Plastolía er eitthvað sem hefur ekki verið rannsakað mikið hingað til. Þetta er frekar nýtilkomið. Við vorum með tölur frá Þýskalandi sem við vorum að fá svipar tölur þar, en við erum þeir fyrstu til þess að blanda það líndísil. Það hefur ekki verið gert áður, en við vorum að vona til þess að það lagaði einleika olíunnar. En annars vorum við voða lítið að fá nýjar tölur. Við aðalega fengum sömu tölur úr gömlum rannsóknum og við sem aðalega þannig að við verðum að gera það rétt. Nú langar að spyrja ykkur hérna orkan sem fer í það að breyta sig í olíu versus orkan sem þið fáið sko út úr því. Hver er hlutfallið þar? Það er einmitt þau tilraun sem er eftir og er hugsanlega verkefni fyrir næsta lokaverkis áfangan að athuga orkuinnihaldið í olíu. En við komumst ekki það langt. Þá bara ætlum við að þakka þeim kærlega fyrir, einhver sem eru að koma fram hér að lokum. Já. Við viljum þakka eftirfarandi aðilum sem koma að verkefni á einum hætti: Þórarinn Kristjánsson, Gest Helgason, Ingimar Víglundsson, Kristinn Sigurðarsson og Helga Pálsson.
og sérstaklega þakkir til umsjónarmanna okkar Jóhannesar Árnasonar og Vilhjálms G. Kristjánssonar fyrir leiðsögn og stuðning. Þá hér næstir, það eru þeir Orri Sigmarsson og Guðmundur Ólafsson sem voru með smíði og hönnun á rafsegulbremsu við túrbínulíki. Já, góðan daginn. Það byrjaði að kynna okkur. Ég heiti Orri og þetta er Guðmundur. Og við erum hérna til að kynna okkar lokaverkefni. Guðmundur að byrja. Já, góðan daginn. Við erum hér mætt til að kynna fyrir ykkur lokaverkefni okkar sem við höfum verið að vinna þessa vinnuna. Það var að reyna að útbúa betri bremsu á Pelton vatnstúrbínu sem við erum með hérna inn á Vélstjórnarbraut og hún er þarna til sýnis á borði með orginal bremsubúnaði. Við munum reyna að renna í gegnum í þessari kynningu, við munum fara í gegnum þær hugmyndir sem komu upp í ferlinu og hver okkar loka niðurstaða var svo í hönnun og hönnun verkefnisins. Við lendum í vandræðum strax í byrjun í þessum áfanga að upprunalega átti nú að vera annað verkefni en því fór sem fór og fengum við þetta verkefni frá Vilhjálmi og byrjuðum nú því miður fullt seint, svona miðjan janúar, eða seinni-part janúar, sem var svona að hrjá okkur alla önnina kannski. En við fengum nú frekar góða hugmynd frá honum Vilhjálmi og förum kannski í bremsubúnaðar sem er fyrir. Núverandi búnaður er einföld mekanísk bremsa sem samastendur af bremsudisk sem er klemdur með bremsuklósa líkt og sést hér á myndinni. Þetta er mynd af Francis-túrbínu sem er bara með nákvæmlega eins bremsubúnaði og er inn á Vélstjórnarbraut. Þessi búnaður er því miður þannig að það er mjög erfitt að ná fram nákvæmum mælingum á bremsun túrbínunar með þessu út af því að það er ekki hægt að herða nógu vel utan bremsudiskin og hann næra snúast þó svo að menn sé að reyna að bremsa túrbínu niður. Og markmiðið með þessu verkefni var að reyna að ná að setja öflugri bremsu við sem gæti þá gefið betri tölur og sem myndi þá aðstoða með að vinna verkefni í véltækni og vélfræði betur og fá þá kannski betri skilning á hvað er í gangi. Þessi búnaður sem við ætlum að setja við var það að vera fyrirferðarlítill þar sem að það er alltaf verið að færa þessar túrbínur á og af bekknum og þar sem það er takmarkað pláss líka. Og já, fyrsta hugmyndin okkar var að öxultengja 3-fasa mótor og DC-væðan sem að veldur því að það þyngist á mótornum og hann myndi þá bremsa niður túrbínuna. Við ætlum að hafa ástengið hefði verið þá með torkmæli og þegar við fórum að vinna undirbúningsvinnuna okkar við að reyna að finna svona mæli þá gekk það ekki nógu vel. Við höfðum bæði samband, ræddum við ýmsa kennara skólans og fyrirtæki hér í bænum og í Reykjavík og það virtust fáir kannast við öxultengda torkmæla, ástengi. Við höfðum samband við einstakling sem við höfum í Danmörku og hann fann fyrir okkur nákvæmlega svona búnað en þá kom í ljós að þetta er eiginlega bara framleitt eftir pöntunum og við fengum verð á svona búnaði og það voru 1900 eurur sem það myndi gera 400.000 krónur á Íslandi og það er áður en hann er fluttur til landsins. Það þýddi það að þessi hugmynd var
ekki framkvæmanleg. Það sem að verðið var full mikið. En hver veit nema í nánustu framtíða þá voru svona búnar fjöldaframlendur og þá var hægt að framkvæma þetta hér í skóla. Þá fórum við bara í að skoða hvort það geti sem borga sig að fara aðra leið með og halda áfram að þróa þessa hugmynd og hafa þá bara fljótandi mótor og torkmælingi færi fram með vigtasellu sem að armur frá mótornum myndi þá ýta á og en það sem kom alltaf upp í hugan á okkur aftur að þetta yrði stórt og ómeðfærilegt og sennilega aldrei betra heldur en núverandi búnaður. Þannig að þó svo þessi búnaður væri með mun betri álagsstýringu vegna þess að það er mjög auðvelt að stýra DC-spennu inn á mótorinn en þá yrði samt alltaf þyrfti að mæla út frá lengdin á arminum og þyngdin á vigtaselluna og reikna út í hvert skipti hvað snúningssvæðið væri og ef það er einhverju smá mistök í reikningu eða mælingu að þá verða útkomuna sennilega ekkert mikið betri heldur en bara núverandi búnaður en það sem að svona setti stærsta strikið í reikningi var að þurfa að smíða svona stórt utan þetta af því að þá yrði rafmótorinn og standurinn fyrir hann á standlegunni svona það bil 3 sinnum stærri heldur en svo sem túrbínan sjálf og er það svo svakalega stórt og ómeðfærilegt þannig að við vorum að hugsa að reyna að minnka standinn en við teljum að undirstaðan sem að á bekknum leyfi okkur það ekki hann er of veik þannig að þá vorum við búin að eyða tíma til aðra hugmynd sem að gekk svo eiginlega ekki upp heldur. Þannig að við vorum ekki tilbúinir í að smíða eitthvað sem var bara til að smíða eitthvað sem var verra heldur en núverandi búnaður. Þannig að við fórum að hugsa að annarri hugmynd. Þá svona var komið á lok mars og lítill tími eftir en þá fórum við frá þeirri hugmynd að vera með mótorinn og bara yfir í að vera alternator en þá yrði einmitt þessi færanlegi hluti sem þyrfti að vera að vera lítill og þó að vera lítill þungur en samt hendugur og að geta bara aftengt og fært á milli að þá yrði afmælingi bara í vöttum og var hægt að hafa hann fastan og einföld smíði og þá myndum við hafa bara hreint raunalag til að vera með power factor sem 1 og við reiknum þá bara svo sem fyrst með því að hafa misstórar mótstöður til að breyta álæginu en það getur vel verið að sé hægt að finna breytilega mótstöðu til að fínstilla frekar en staðið fyrir að vera bara fasta mótstöður en það sem við sáum ekkert fram á að hafa tíma til þess að smíða þetta vegna þess að við eyddum öllum tímum okkar í að hanna hinn verkefnin sem gengur svo aldrei upp að þá hættum við það og fórum að gera skýrslu okkar hugmyndir, hvers vegna það gengur ekki upp og hugsanlegar aðrar hugmyndir. Svo komum við upp með 2 hugmyndir í viðbót og ræddum alltaf við skýrslugerðina hvort það væri kannski bara einfaldast og hagkvæmast að setja bara betri bremsu eiga við hana þannig að setja hugsanlega bremsa bíl sem er vökvastýrð frekar en skrúfuð til að hafa hana stöðuri og nota digital vigtasellu í staðinn fyrir pundana þá er strax komin minni hætta á slæmum aflestri og stöðuri tölur en einnig leituðum við uppi framleiðanda þessa tilraunabúnaðar og sáum að þeir gera ennþá þessa túrbínu og hafa breytt hönnuninni sjálfir þannig að þeir hafa líka séð að þetta er kannski ekki svo voðalega hættulegu búnaður en við reyndum að hafa samband við fyrirtækið en fengum aldrei neinn svör allavega ekki tæka tíð þannig að við fengum ekki
verð eða neitt slíkt á búnaðinum. Það getur líka verið að það getur borgað sig bara að kaupa slíkan búnað frá fyrirtækjum aftur. En það kemur nánar aðeins þetta í skýrslunum okkar. Þannig að þetta endaði ekki betur en það að við skrifum bara eins og blað og vorum ekki tilbúinir að smíða eitthvað sem bara til að smíða eitthvað sem af því bara. Einhverjar spurningar? Já, mér langt að spyrja hérna í sambandi við bremsuna því þessa hugmynd með vigtarselum. Hefði ekki verið að svona útfæra hana og smíða eitthvað í sambandi við það? Var það eitthvað sem þið skoðuðu? Ertu þá að tala þessa hugmynd nr. 2 sem hafa fljótandi mótor? Við vorum einhvern að skoða það og sáum alltaf fram á vegna þess að hann þarf að vera fljótandi þá þarf smíðin í kringum að vera svo stór. Og eitt af markmiðum okkur að vera með hreyfanlegan og handhægan búnað vegna þess að það hefði verið að færa þetta af og á að þá fannst okkur það ekki þess virði. Ein spurning viðbót ef einhver hefur. Ef svo ekki, þá bara þakka ykkur fyrir strákar. Takk hérlega fyrir. Takk að lokum. Það koma hér næst tvær kynningar sem eru tæki sem voru smíðuð svona í samvinnu við Norðurorku og tengjast vísindasmiðju vísindasmiðju fyrir börn. Það sé kynna grunnatriði, eðlisfræði og hvernig að orka breytist úr einni mynd yfir í aðra. En Stefanía, söngkona, gjörðu svo vel. Þú lukar þetta þessu upp með það okkur. Dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head high. Always gonna be another mountain, always gonna wanna make it move, always gonna be another
Patrik sem að er næstur og verkefni sem Patrik er með það svona virtist nú vera frekar einfalt og svona sakleysislegt í byrjun en var nú snúnara tæknilega heldur en að við gerum okkur grein fyrir. Patrik, gjörðu svo vel. Já, eins og Elías sagði þá var verkefni mitt verkefni samstarf við Norðorku og fyrir Norðorku. Markmiðið var að sýna krökkum á grunnskólaaldri vökvatækni, hydráulík á mjög einfaldan og skilvirkan hátt svo þau geti séð að þetta sé notfært í praktík. Og kerfið sem ég hanna er ekki voða ósvipað þessu við höfum henn uppi, voða einfalt, samt flókið líka. En eins og sést á þessari mynd þá er reyndar mótor til að knýja þetta en í mínu tilfelli á ákveði að nota handafl til að sýna að maður geti lyft þungum hlut með handafli. Þetta er bara venjulegur loki sem gerir það kleift að hleypa gagn niður og ef við lokið, ja, þetta er bara framhjálp. Pallurinn er viðbyr á 300 tjökkum í miður gegnumgangandi stöng sem hafi ákveðin vandamál för með sér. En þetta reddaðist á endanum. Eftir margar endurhannanir og mjög margar tilraunir til að alla virka. En hvar er hydráulík notuð og er hún notuð? Jú, hún er notuð. Næstu alls staðar. Hvernig getum við séð hvað hún er? Jú, það er hellingur að klussa í kringum hana. Og meðfylgjandi mengun. Hérna er hvað maður getur fengið með töluvert litlu krafti á einhverjum öðrum stað. Sem sagt, ef ég leggja 1 kíló þarna á hann 1 cm, þá get ég fengið 100 kíló út einhvers annan staðar. Það leit út fyrir að vera lengur en 10 mínútur huganónu en þetta er vist svona stutt og það er basic. Einhverja spurningar? Já, auðvitað. Þetta verkefni var unnið í samstarfi Norðorku, Straumrafslandsdeildar og Málmeinadeild FMA. Ég þakka þeim kærlega fyrir og ráðgjöf og aðstoð veittu mér eftirfarandi aðilar og ég þakka þeim fyrir. Ég hafði mjög margar neina og ég hafði eitthvað sleppt einhverjum en ég ætla ekki að vera að skilja fólk út undan. Ég ætlaði líka að hafa kallið þessu hjálpar að rappa með málminn í bíl en ég sé hvað hann hittir. En ég þakka fyrir mig, einhverja spurningar? Þú varst að tala um þetta tvöfaldan og gegnumgangandi tjald. Í miður sagður eða eitthvað á það. Getur þú aðeins útskýrt hvað þú hafðir í huga áður? Það er mjög einfaldan tjald. Ekki endilega með gegnumgangandi stöng, en það vilti bara endurhanna þetta. Það tafaði verkefni aðeins að vísu en ekki svo mikið. Svo virkuðu þeir tjakkar ekki hann, ég þurfti á aðra að senda það, tafaði þetta ennþá frekar. Mörg svona smá atriði sem töðu þetta líka. Einhverja fleiri spurningar? Það tæki sem að Patrik smíðaði er hérna aftan við okkur eða hérna austan við okkur, Patrik. Og hérna er til sýnis hérna á eftir. Já, það er kannski ein lítil hérna. Hvað áætlar að tæki geti lyft miklum þunga svona? Það er bara 4 tímar síðan þetta var sett saman. Ég hef ekki prófað neinar alveg þyngdir. En það gæti lyft Magnúsi. Ég er ekki ennþá búinn að finna palla. Takk hérlega fyrir, Patrik. Það eru þá Steingrímur og Hjalti Þórarinn sem að smíðuðu vél sem að breytir hreyfiorku í raforku. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Hjalti Þórarinn heiti ég. Ég kem frá Reyðarfirði. Og einn af hlið mér er Steingrímur, hann kemur úr Mývatnssveit. Þið afsakið hvað ég er hás.
Þá ætla ég að byrja hugmyndasmíðin á þessu verkefni. Hugmyndina smíði fengur frá Norðurorku. Hugmyndin snerist það að smíða hjól sem getur framleitt rafmagn með því að hjóla. Þetta var áæður að nota í gestamóttöku Norðurorku til að krakkar sem komu þar í heimsókn í grunnskólanum geti fengið að finna sínu eigin skyni hversu erfitt að knýja mismunandi afnir á perur. Eftir að voru búin að taka þetta verkefni á okkur var komið að því að hugsa hvernig skyldi verða útfært. Fyrsta hugmyndin var svo smíða allt saman frá grunni eða smíða hjól og tengja alternator við það til þess að sjá fram rafmagnsframleiðsluna. Þegar leið á daginn þá kom það í ljós að þetta myndi ekki ganga eins og við lögum upp með. Hættum við það að smíða hjóli sjálft því þá hefðum við lent í vandræðum með oflitla gírun til að snúa alternator með dýnamónum nóræð. Ákveð var það að finna hjóliverkefnið og nota felguna því til þess að auka gírunina. Þegar búið var að finna hjóliverki kom annað vandamál en upphaflega átti að nota iðntölvu og tengjaði hana snertiskjá til þess að stjórna kveikingu á perunum. Vandamál við það var kunnáttuleysi okkar og ónógar upplýsingar frá framleiðendum hvernig átti að forrita iðntölvuna og skjáinn. Já, svo eftir öll vandamálin komu upp, þá vorum við komin með svona 8 loka útgáfu. Við byrjum á smíðinni og gekk allt vel, svona til að byrja með. Svo þegar við pröfum að hjóla með alternatorinn viðtengdan, komumst við að því að leið og alternatorinn segur hana sig. Þá hann bara mjög þungur og voru fullvaxnir menn í erfiðleikum með að hjóla með hann. Og líka til að segja að þá var mjög þurftu að tengja á batteri til að segulmanna alternatorinn eða ég bara tengja rafmagn beint við hann. En þá fórum við í það að finna okkur dínamó til að setja í staðan fyrir alternatorinn. Og fannst dínamór á Ystafelli og voru þeir mjög almennilegir að gefa okkur hann í verki. Örgulega úr gömlum, góðum handrófir. Þegar við komum með dínamóinn á hjólið, gekk allt saman mun betur. Og fengum okkur svo fjölrófa þá til að skipta á milli perana. Með þessum fjölrófa gáttum við stýrt straumnum á milli 4 pera. Og þetta verkefni endaði þannig að við notuðum reiðhjól sem við fengum í skíðaþjónustunni og dínamó sem við fengum á Ystafelli. Og svo var notaði fjölrófi til að skipta á milli pera. Allar perun eru 24 volt og það 5 vött, 15, 50 og svo 100 vött. Gírun á hjólinu þá 1 á móti 33. Þar af leiðandi snýst dínamórinn tæpa 2000 snúninga með við 60 snúninga á mínútu á pedalum. Svona lítur þetta út í dag og þetta hérna fyrir ofan. Og ekki ætlum við að þreyta ykkur mikið á meiri fyrirlestri en þið getur þreytt ykkur á hjólinn hérna eftir. Við hamast á því. En við færum þakkir til Norðurorku fyrir að sponsora þetta verkefni handa okkur, gefa okkur hugmyndina. Og Vilhjálm Geir Kristjánsson sem var yfir þessu alla tíman og hjálpaði mjög mikið til. Launafl fyrir að gefa okkur aðstöðu til að smíða og þannig. Og svo skíðaþjónustan, hún byrjaði nú að gefa okkur hjól sem við bútum í sundur og ætlum að smíða annað úr. En svo ljáði hún okkur annað hjól sem við nota núna hér í dag. Og Ystafell náttúrulega fyrir gefins á dínamónum. Já, gleymdi hérna Hödda og Stebba á smíðadeildinni. Þeir stóðu sem mjög vel að þola okkur í smíðastofunni meðan við vorum að smíða þetta. Og svo Áskóð þar sem þeir voru mjög almennilegir að mæla fyrir okkur alternatorinn sem við getum að vera í bilaði fyrst og kanna dínamóinn og fleira. Eru þá einhverjar spurningar? Einhverjir sem eru með spurningar til þeirra? Vera östuð? Ef svo ekki að þá eitthvað lokunstrákar? Það má kannski segja það að eftir að við hættum við að nota alternatorinn þá við þetta verkefni og eftir að hættum við iðntölvuna líka þá þurftum við ekki að nota 230 volt þess að kveikja á iðntölvunni og skjánum.
Þannig að núna stendur bílunum bara eitt og sér og framleiðir rafmagn út úr því að hjóla. Það er ekki tengt neina öðru, einhver rafmagn en eitt og leys. Já, bara klappum við fyrir þessum ungu mönnum. Þá þeir sem að koma hér síðastir, það eru tveir skagfirðingar, Axel og Gunnar. Og þeir komum með hugmynd sem að þeir kynna hér, sem að þeir skilja, sem að skilur prótein eða skilur nú bara heldur flest úr affallsvatni, annarkvort á fiskiðnaði eða rækjuiðnaði. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl, Axel heiti ég, Eyjólfsson. Já, og Unnar heiti ég og við tókum þá ákvörðum að hanna og smíða próteinskilju. Það sem að við teljum okkur geta unnið betri sigra í verki en í orði og blaði. En eins og þarna stendur að markmið okkar var að smíða skilju sem nær próteinum og öðrum þurrefnum úr affallsvatni frá fyrirtækjum sem eru í matvæleiðinaði. En skiljan svo sem hún byggir á hugmynd DAF sem stendur fyrir Dissolved Air Flotation, en hún meðal annars notuð í vatnshreinsinstöðvum. Nema okkar kannski fræði var að breyta ferlinu og hirða fasta efnið. Já, endilega var það úr að við smíðum frumútgáfu af þessari próteinskilju í samstarfi við Iceprotein og Sauðárkróki. Og einmitt eins og Unnar sagði, að hirða verðmætt prótein eða önnur nýtanleg efni úr affallsvatninu, og það er svona hugmyndinni á að megi nota þetta í fóður eða jafnvel manneldi. Og já, náttúrulega líka eins og í rækjuverksmiðjum þá notað alveg gríðarlega mikið vatn, og eins og Sauðárkróki þá helmingurinn af öllu vatni sem köldu vatni sem fer á Sauðárkrók fer í rækjuverksmiðjurnar. Þannig að það svo sem orðið eftir einhverja slægjast að hreinsa það líka. En skiljan í skalanum, já, eins og stendur þarna, í 1,15 á stærð við þessum vatnsmagn sem rennur í sjóinn frá meðal rækjuvinnslu, já, það eru 100.000 lítrar á klukkstund. En áætlaðir notkunarmöguleikar sem að við lögðum upp með áður en við fórum að hanna og smíða, að okkar aðal markmið var að horfa á rækjuvinnsluna, þar sem mikið vatn, og fengum upplýsingar einmitt frá Iceprotein, og þar væri mikið eftir mikla slægjast, mikil þurrefni sem fara þar á ferðinni út í sjó, og okkar hugmynd var að geta þá að framleiða eða smíða græjur sem að gæti tekið frá mismunandi stöðum hússins, meðal annars sjóðurinn, lögun og fleira. En einnig ætlum við að horfa á mjólkuriðnaðinn, og þar sem fer gríðarlega mikil ostamissa út í sjó, svona á mörgum stöðum, og sláturhús, og þar hægt að ná fitu úr blóðvatninu sem að jafnvel mætti nýta í eldsneyti. Og fiskeldi, þá þetta bara notað til þess að drífa, ná fóðri og úrgangi úr vatninu, og jafnvel frystihúsum, ná þurrefnum úr affallsvatni þar líka. Já, hérna svona skissa af þessu hvernig þetta virkar, þetta kerfi, og hérna hjartaði úr vélinni, það þessi svokallað loftbóludæla. Það virkar þannig í raun og veru að hún dregur inn hreinsað vatn úr sem kemur þá hérna á miðjum tank cirka, og hringdæli hrýs vatn inn, og þarna blandast inn loft og vatn saman, og því svo dælt inn þarna, og við þetta hugmyndin að loftið grípi þessar fastefni sem í þessu rávatni og fleytið upp og skefur það þá þarna ofan í þennan stokk hérna. Þetta svona, já, reynsið fyrir niður.
við lögðum á staði þetta í desember á síðasta ári og þá hugsuðum við mikið og flökkuðum á internetinu, en eftir að við vorum svona komnir með greinagóða mynd í kollinn hvað við ætluðum að gera, þá hófst smíðin í lok janúar þessu ári og stóð yfir á vélaverkstæði KS á Sauðárkróki yfir flestar helgar og kvöld virkadaga fram í lok mars. Fyrsta prufukeyrslan með bara hreinu vatni til að sjá virkni græjunar, dælum og þess háttar, hún fór fram 2. apríl, en fyrsta prufukeyrsla sem við sjálfur gerðum til þess að athuga hvort að konseptið virkaði, að hún fór núna fram 10. apríl í Dögun á Sauðárkróki. Hérna ætlum við bara að renna við nokkra myndir sem eru tengdar smíðinni inn á vélaverkstæðinu á Króknum. Þetta eru ílutundir. Þarna erum við búin að síru þvóana og græja. Og þarna erum við að basla í rafmagninu eitthvað að koma því saman. En það var svona kannski rétt að segja aðeins frá bakhjörlunum. Ice Protein var stofnaður, svo að segja, 2005. Markmiðið fyrirtækisins er að auka nýtingu vannrýtta próteina. Ice Protein sér fjármögnunina og veitti ykkur upplýsingar varðandi verkefnið. Þeir sjá tilraunir með skiljunni þegar hún hefur verið afhent. Vélaverkstæði KS á Sauðárkróki, þeir sköffuðu okkur bæði tæki og húsnæði til smíði á skiljunni og bara léttu undir okkur allan bakka með það. Og þeir sáu líka efniskaup og allt það vesen þar í kring. Tengill EHF í Kjarnanum á Sauðárkróki veitti ráðgjöf varðandi rafmagnsþáttinn og tengdi og samþykkti töfluskápinn. Fálkinn í Reykjavík, þeir veittu okkur ráðgjöf og seldu mest allan búnaði verkefnin og fá þeir mikla þakkir fyrir mikil liðlegheit og mikinn áhuga gagnvart verkefninu. En við ætlum kannski ekki að vera með miklar glærukynningar yfir þetta, en okkar kannski tromp er að við ætlum að sýna núna myndband frá fyrstu tilraunum á skiljunni.
keeps my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind, freed from the lies. And I'll kneel down, wait for I'll kneel down, know my Og ef það er einhverja spurningar þá var það í boði. Endilega bauna á þá, þeir tóla það alveg þessir. Það er svo fullt af spurningum, þetta er mjög áhugavert tæki, óskilur það mikið með það. Ég er að velta fyrir mér hvernig við berum þessa tækni saman við bara hefðbundna skilvindi. Hvernig er sá samanburður svona í Já, það er miklu farið að vera að nota hlutir með bara mismunandi eðlisýnd, en þarna er verið að fleita, verið að breyta eðlisýnd. Sett þetta í tæki. Já, ég var náttúrulega ekki mjög undirbúinn, en það er náttúrulega, þar er verið náttúrulega að vinna með þá óskild efni með mismunandi þá eðlisþyngd, en þarna erum við raun og veru að koma lofti utan á efni með kannski svipaðri eðlisþyngd á vatnið og fleyta því þá upp. Já, spurningin var svipuð sem að einhverjir fleiri sem hafa spurningu til handa þeirra. Ef svo er ekki, strákar, eitthvað að lokum. Nei, held ég ekki. Við erum bara ágætir. góðir. Þessi þá fyrir að ljúka hérna hjá okkur. Við ætlum nú að bjóða hér upp á kaffi og kleinur hérna á eftir. Og eins verða þeir hérna með verkefnin sín og mann getur þá komið til þeirra og spurt hérna út í svona tæknilega atriði og annað slíkt. En þetta hefur nú verið ákaflega lærdómsrík vegferð líka fyrir okkur kennarana. Þetta er nú í sjálfum sér í fyrsta skipti sem að við förum svona í þetta. Nemendur fá talsvert mikið frjálsræði í þessum áfanga og þurfa svolítið að leggja beisli svona svolítið á sjálfan sig og vera fókuseraðir í að skipuleggja sig. Möguleikarnir og tækifærin eru bara alveg gríðarleg á Íslandi og ef menn vilja svona
horfa á hlutina eins og þeir gera, þessir ungu menn. Þeir sjá hvergi nokkur staðar annað heldur en tækifæri og hérna eru mjög frjóir. Ég setti nú hérna á status á Facebooki mitt í gær fyrradag eftir þeir heimsóttu mig hérna og vöktu mig klukkan 6, rétt upp úr 6. Víst þetta löng og erfið leið og lífið stutt og margt sem út að ber, en tíið gegnum tál og hverskins sneið skýr takmarkið og býður eftir þér. En Sigríður Huld, aðstoðarskólameistari, ætlar að segja nokkur orð að lokum, annars þakka ykkur kærlega fyrir og ég held við séum bara á nokkuð góðum tíma. Við erum komin 4 mínútur fram yfir það sem að skipulagt var. Sigríður, gjörðu svo vel. Ég vil bara þakka fyrir þessa kynningu. Ég misti aðeins hérna upphafinu, en ég sé allavega að nefnendur í Vélstjórn, þeir hafa bæði fundið upp ljósið og hjólið og hérna, þannig að það er búið að leysa þá gátu. En það er bara frábært að sjá þessa tengingu sem að þessi verkefni hafa við atvinnulífið, bæði hér á svæðinu og lengra í burtu. Og þetta er örugglega bara svona byrjunin. Þið eruð að skapa hérna ákveðna vonandi hefð fyrir því og ákveðin metnað. Þetta er gríðarlega mikill metnaður og ég veit að þið nefndurnir og kennararnir hafa lagt mikla vinnu á ykkur fyrir þessi verkefni og það er vel og ég vona að þessi metnaður haldi áfram hjá næstu hópum. En bara, og líka þakkir til ykkar gestana sem komið hérna til þess að sjá þessa kynningu. Bara takk fyrir.